Á Íslandi jarðhiti verulegur í flestum landshlutum og víða stutt niður á heitt vatn sem notað til húshitunar og raforkuvinnslu. Í jarðgufuvirkjunum gufa leidd frá borholum að hverflum þar sem varmaorkunni umbreytt í raforku. Steinn Ágúst Steinsson, stöðvastjóri á Mývatnssvæði, segir frá því hvernig raforkukerfið á Íslandi hafi sprottið út frá kaupstöðunum og að á Akureyri hafi þetta byrjað með Glerárvirkjun. Síðar hófust framkvæmdir við Laxárvirkjun en deilur í kringum hana urðu svo til þess að skoða þurfti fleiri möguleika enda raforkuskortur á landinu. Þá var fljótlega farið að horfa á virkjun Kröflu sem valkost. Kröfluvirkjun í Mývatnssveit jarðgufuvirkjun en framkvæmdir þar hófust 1974 og Landsvirkjun eignaðist hana 1985. Hana stóðu pólitískar deilur árum saman og Kröflueldar settu líka strik í reikningin. Það farið í bygging Kröflustöðvar í ágúst 75 en í desember 75 þá byrja Kröflueldar og það setur gang í umræðina í þjóðfélaginu. Hvort það eigi að virkja og halda áfram eða fara í eitthvað annað. Og hvað tekur þetta langan tíma? Kröflueldar byrja 75 og þeim lýkur 1984, þannig að þetta eru 9 ár þar sem jarðhræringar hérna og það hefur verulega áhrif á framkvæmdina. Aðallega borholur þar sem að jarðgufa tekin upp og síðan kvikuskot inn í kerfið, það gufukerfið sem gerir það að verkum að það eru kvikugös sem koma inn í gufuna og þau eru tærandi og ekki gott að nýta slíka gufu fyrir vélbúnað. Leit út fyrir það á einhverjum tímapunkti að þetta myndi bara ekki ganga upp eða hvað? Já, svo sannarlega því að það ákveðið að klára allavega fyrsta hluta virkjunina með veli 1 og hún kemur í gagn í 1978 og hún átti að skila 30 megavöttum menn var aðeins að skila 7 megavöttum það árið. Þannig og vel 2 hún var lögð til hliðar því að það var ekki næg gufa til þess að knýja vel 2 og hvað þá vel 1 í byrjun. Þegar maður keyrir hérna svæðið þá rosalega mörg mismunandi hús hérna, margar mismunandi byggingar. Var þetta allt saman eitthvað sem reist þarna í upphafi eða hefur þetta smám saman svona undið upp á sig? Sjálf stöðvarhúsið hérna, það náttúrulega upphaflegt og kæliturnin sem við sjáum hérna, hann líka upphaflegur og svo náttúrulega hefur eitthvað fjölgað af borholum því að það var haldið áfram að bora. Þannig að þessi kúluhús, þeim hefur fjölgað. Síðan hafa verið gerðar endurbætur eftir að Landsvirkjun tók við þessum rekstri og meðal annars þar sem við skiljum vatn og gufu frá. Þar hefur verið byggt sérstakt hús fyrir það en annars þetta svona nokkuð veginn eins og það var í upphafi. Hve margir starfsmenn eru hérna í dag að sinna svona þessum daglega rekstri? Daglega, við erum 17 starfsmenn hérna og það eru 8 vaktmenn og svo viðhaldsstjóri og ég og svo eru dagvinnumenn sem sinna svona ýmsu viðhaldi líka. Og í hverju felst svona bara þessi daglegi rekstur? Þessi daglegi rekstur náttúrulega að vakta að allt gengur vel fyrir sig og annars fer mest í tíminn í svona fyrirbyggjandi viðhald að sjá til þess að búnaðurinn sé í lagi og alltaf tilbúinn í rekstur fram í tímann, þannig að það fer mestu tíminn í það. Það smá suð núna í gufulokunum því að það hefur verið að keyra aðra vélina aðeins niður því að það hefur verið að gera prófanir á búnaði í dag. Þannig að við viljum taka vélina aðeins niður og prófa búnaðinn og svo keyrum við hana upp aftur hérna eftir einhvern klukktíma. Þannig að það svolítið suð í lokum hana hérna inn í stöðinni og hvinur í vélinu náttúrulega líka. Og nú verð ég bara að spyrja þig, af því að það ekkert endilega allir sem skilja hvernig þetta gengur fyrir sig. Hvernig, ef þú ættir að útskýra það fyrir bara barni, hvernig breytir maður jarðvarma í raforku? Já, það góð spurning. Jarðvarmi bara gufa. Gufan hún kemur úr jörðinni hérna. Ef þetta væri einhverju öðru orkuveri þá væri hægt að kynda ketil og búa til gufu eins og gert víðs vegar undir í heiminn, þannig að ketilinn okkar bara jarðgufan sem kemur úr heitri jörðinni
Nú síðan þessi gufa, hún inniheldur, þetta bæði gufa og vatn, þannig að við þurfum að nota gufuna, þannig að við skiljum vatni frá og dælum því niður. Og síðan gufan, hún náttúrulega með þrýsting og hita, hún fer svo inn á vélina og knýr hverfilinn í vélinni og hverfillinn hann knýr rafalinn og rafallinn skilar svo orkunni út á byggðalínuna eða í flutningskerfið Landsnets. Og Landsnet flytur rafmagn landið. Hversu stórt svæði eru akkurat því að þjónusta? Er landið undir? Já, við getum svo sagt að orkan hún nýtist í öllu kerfinu en ef við horfum akkurat orkuflutningin í dag og kíkjum á Akureyri þá getum við séð að það er orkuflutningur frá Kröflu inn til Akureyrar og vestan við Akureyri getum við séð að það er orkuflutningur frá Blöndu til Akureyrar og það er orkuflutningur til Akureyrar frá Laxá, þannig að við getum kannski sagt að orkan streymir allavega, hún ennþá streymir hérna svæðið, Norðausturland, en það er líka hægt að flytja henni í hinn áttina, en það er bara verulega þörf fyrir orku á Akureyri, þannig að orkuþörfin mest þar. Í Kröflustöð er gestastofa sem tekur á móti vaxandi fjölda gesta. Á síðasta ári var hún opin í júní, júlí og ágúst og þá komu 14.000 gestir sem var 2.000 manna aukning frá árinu áður. Steinn segir að mikið af þessum ferðamönnum sé á leið upp á Leirhnjúk en þar er teljari og talan fyrir sumarið 2014 sýndi 60.000 manns. En hvaða spurningar skildu brenna á þeim erlendu gestum sem heimsækja Kröflu? Þeir vilja náttúrulega vita hvernig ferlið í svona jarðgufustöð og þykir þetta alveg stórmerkilegt. Þeir koma kannski frá löndum þar sem að orkan kannski ekki unnin á sama hátt og hér. Þetta getur verið kjarnorkuver eða kolorkuver eða eitthvað annað. Og þeir eru mjög forvitnir og vilja vita hvernig maður fer að þessu og það er oft farið svona í gegnum ferli með þeim og þeir eru mjög áhugasamir. En það er ekkert alveg hættulaust sennilega hérna á svæðinu og það eru svona ýmis skilti og þess háttar og það er mikið búið að vera í umræðinni öryggi ferðamanna og að ferðamenn séu ekki að virða þessar viðvaranir. Finnið þið eitthvað fyrir því? Sko, það er kannski svona meira á vetrum, svona vetraraðstæður að ferðamenn gerir sér ekki grein fyrir því að þeir eru komnir hérna upp í 500 metra hæð og það getur verið ófærð hérna, vegurinn er ekki endilega ruddur alveg. Til dæmis allavega upp að Leirhnjúk, hann er bara ruddur hérna að virkjuninni og þeir gera sér stundum ekki grein fyrir að snjóreiðningur endar einhvers staðar. Já. Og þá halda þeir áfram út í það en það var nú svo sem ekki orðið neins slys að því en við reynum að merkja þetta en það er mjög algengt og við getum séð að ferðamennskan að aukast verulega á þessum tíma árs. Þannig að það eru eiginlega fleiri og fleiri ferðamenn að koma hingað við vetraraðstæður. Og við höfum mátt hýsa ferðamenn hérna líka sem hafa lent í ógöngum og þess háttar en það hefur ekki orðið nein slys eða þess háttar sem betur fer. Er þetta ekki skemmtilegu vinnustaður? Jú, mér finnst þetta mjög skemmtilegu vinnustaður. Hann er spennandi og á margan hátt líka alþjóðlegur og tengsl við aðra sem eru í svipuðum rekstri. Og það eru ýmis rannsóknarverkefni hér í gangi og þannig að þetta er mjög spennandi vinnustaður og góðir félagar hér, reglulega góðir.